Já, komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Pingjuna. Já, verið velkomin. Ársreikninga anga Pingjunar. Já, þessi þáttur, hann gæti nú orðið lengri en vaninn er hjá okkur. Já. Það er nú reyndar góð ástæða fyrir því. Yes. Þar sem að við erum að fá til okkar forstjóra Ölgerðarinnar í seinni hluta þáttar. Já, þetta verður part 1, part 2. Þetta verður part 1, part 2, já. Og en já, og þar munum við eðlilega forvitnast svona bara fyrirtækið og útboðið sem er á næsta leiti. Já, það er bara í næstu viku. Já. Þannig að enn og aftur erum við að bregða út af vananum. Við gátum ekki tekið seríu 2 og tekið bara 10 einfald, eða hvað, 20 fyrirtæki og farið yfir. Við tókum sveitarstjórnar special. Já, og nú erum við í einhverjum öðrum special. Já. Við þurftum bara að gera það, en við erum ungir og við leikum okkur. Já, ég vil meina, það er góð ástæða til. Ég held að margir hafi brennandi áhuga að heyra núna. Já, ég held það. Þetta útboð. Þetta var skemmti á okkur hefur náttúrulega verið bara svona einhvers konar útboðsæði á Íslandi síðustu 2 árin. Já. Þannig að ég held að það verði engin breyting þar á núna í þetta skipti. Nei, akkurat. Það er ólga. Og það er líka bara, það er spenna í fólki fyrir útboð. Já, ég segi það. Það er eitthvað síðan síðast útboð var. Þetta er eitthvað til að tala um á vinnustöðunum og jæja, hvað ætlar að fara sver inn í Ölgerðina? Sver, þetta er svo gott. Á bara að sitja allan sparnað. Og þá segja, já, ég var nú eiginlega með allt mitt í lúna. Þannig að þetta er bara búið fyrir mig. Já. Nú er það bara að kreppa. Svo er það þeir sem seldu í lúna, þeir fara kannski núna inn í Ölgerðina. Já. Ölgerðin, þetta er náttúrulega fortfrækt fyrirtæki sem ég held að snerti líf okkar allra. Já. Og hugmyndin af þættinum var svo að við tveir ætlum að taka yfirferð núna 10, 20, 30 mínútur. Já, svona nær 20-30. Já, ekki 10 mínútur. Það væri allt og skamt. Það væri fullskamt. Ég sammála því. Og svo í kvöld kemur Andri og hittir okkur og við ætlum að spjalla við hann í 10 mínútur. Já. 5. Já, og í mildtíðinni geta meðlimir Deep into Pingjan senda okkur spurningar eða þau eru með spurningar fyrir andra. Já, og við viljum hvetja fólk innilega til að bara adda okkur þar eða joina, eins og maður segir á slakri íslensku. Joina Deep into Pingjan. Já. Slást í hópinn. Við erum oftar sem áður ekki með neina fjárfestingar ráðgjöf en ekki okkur finnst að allir hlustendur í dag eigi að vera í þeim sporum að þau sé að fara að kaupa. Já. Og þú þarft svolítið að gera upp hugðin, er þetta vænlegur fjárfestingarkostur? Vera upplýstur, vel upplýstur. Já. Það er lykillinn í þessu. Hvernig viljum við skipta þessu? Ég fara beint í tölnar? Já, ég skal bara byrja á, við skulum kannski byrja á samstarfsaðilum, okkar frábæru. Já. Það er að sjálfsögðu Dominos Payday og Keldan. Já. Dominos, það er þriðjudagstilboð í dag. Jú. Eitt af mínum uppáhaldstilboðum allra tíma. Dominos, þriðjudags. Já, ert þú ekki? Ég held hafa verið einhver önnur góð tilboð. Það er náttúrulega alltaf afslættir alls staðar. Já. Ég held að þriðjudags tilboð sé eitt besta tilboð. Já, það er bara, nýbúið að hækka það. Ísland hefur getið af sér. Nýbúið að hækka það, var allt vitlaust. Aha. Já, en þú veist, ég meina, auðvitað þarf að hækka þetta. Þú veist, þetta er umfram verðlag, verðlagið er svo langt umfram hækkununa á síðustu 10 árum að það er hlægilegt. En þriðjudagstilboð hjá Dominos, ekki spurning. Ekki spurning. Þetta er besti dagur vikunar. Takk sér Dominos. Sammála því. Gefðu eldhúsinu frí. Já. Svo er það Payday. Okkar menn. Okkar menn hjá Payday. Og þar er allt á milljón. Mér langaði að benda hlustendum á sem eru svona að komast inn í Payday leikinn. Þetta er frábært til að senda reikninga, rafrænt. Alls ekki gleyma að tengja við bankan. Þannig að þetta verið kröfustofnun. Sitja gott seðilgjald á þar. Og það nýjasta sem maður er að feta sig áfram með svona elítbröskurum þessa lands, það er að tengja þetta við Zapier til þess að ná fram svona smá sjálfvirkni í reikningagerinni. Þannig að ég mæli með því að þeir eru næsta spá í Payday að fara hérna inn í hjálpina og skrifa Zapier, Z-A-P-I-E-R og tímaspartnaður sem verður af þessu. Það er tímaspartnaður og sjálfvirkni að fara í Payday. En þegar þú leggur þetta tvennt saman, þú getur verið að spara einhverja klukktíma á ári og viku, jafnvel. Ég myndi þykja það. Já, það er oft mikið utanumhald í kringum bara þegar einhver nýr viðskiptavinur kemur að setja hann upp og annað. Það er hægt að sjálfvirkni með þetta, en það farið beint inn í Payday. Nákvæmlega. Mæli með því. Payday, hvernig það bestu þakki fyrir. Yes. Og svo lókum er að Keldan. Já. Og núna er sem sagt komið nýr fíturs hjá Keldunni.
og það þessi fréttaleit og það náttúrulega frábærleið til að fylgjast með og síja út bara það sem að notendur hafa áhuga á svona vakta fréttaflutningum fyrirtæki og vörur og vörumerki þess áttar sko og eins og nú ég maður kaupréttana ég fór bara þarna og skrifaði kaupréttir og fekk bara alla fréttir úr vaktinni kauprétti sem innihalda orðið kauprétti þetta nefnilega sko þetta ennþá bara hægt að leita stökum orðum en ekki orðasambandum en þetta allt svona í þróun hjá þeim þannig að þetta nýjung núna skemmtileg nýjung segi efsta fréttirina geta hagnast yfir 300 milljónir bréfum kauprétti Play hver var ekki til í það? Ég mæli með að skrifa kaupréttir í fréttaleit á Keldunni og lesa þessa frétt en svo endilega bara fylgjast með þeirra Ölgerinn kemur á markað þá bara Keldan eina vitið og Keldan grunninnviður fyrir íslenska markaði rétt eins og Pingjuna þannig að Ölgerinn mun byrja að vera þarna á hvað kallum við þetta, dashboard yfirlitinu, vinstra megin fyrir fyrirtækja markaði ekki spurning kunnu þeim bestu þakkir fyrir þetta herðu þá bara komið að því að demba sér aðeins yfir ég að hugsa til að ease into it má ég taka 2 mínútna recap á blaðsíðu 40 í kynningunni sögu Egils Skallagrímssonar endilega Ölgerðarinnar þú dembiði sérni tölunar og svo tökum við saman mjög fræðilega nálgun mjög fræðileg hún verður mjög fræðileg líklega þetta nú svo sem alltaf á blaðsíðu 40 en ég ætla ekki að lesa upp hvern einasta punkt en þetta úr fjárfestakynningunni sem að sjá inn á kvika.is og þar efsta frétt sem sagt bara útboðið hefst núna 23. maí sem mánudaginn næstu viku og tilboðsbókin verður opin alla þá viku fram á föstudag og þá sem sagt getið þið góðu fjárfestar og hlustendur skilað inn tilboðum ef þið viljið reyna að kaupa í Ölgerinni og svo fyrir þetta bara á markað allavega Ölgerinn Egill Skallagrímsson var stofnað árið 1913 veistu hvað founderinn hét? Ég segi hét, ég held að segja ekki lengur lífi Tómas Tómasson og það svo sem ekkert mörgum blöðum að fletta fyrstu 13 ár í rekstur fyrirtækisins því að næsti punktur 1926 þegar Kristján X kemur til landsins og þetta var held í konungur Danmerkur Danakonungur hann heimsótti Ölgerina og gerði hana konunglegu Ölgerðarhúsi þetta eitthvað sem við þurfum að spyrja andra út í Ölgerðin ennþá konunglegt Ölgerðarhús dönsku knúnarinnar spólum síðan áfram bara yfir á mjög stóra vendipunkt 1945 stríðslokk þá hefst framleiðsla á Canada Dry og Spur kóla sem að ég held að sé ekki lengur til ekki Spur kóla 10 árum síðar Egils Appelsín verður til sem 1955 1957 framleiðsla hefst á Mix hjá Sana á Akureyri það svona gamalt og ég hefði með lífið að veði ekki giska á það að Mix var íslensku drykkur ég enda vissi það hvað þá hlutur af norrlenskri nýsköpunarflóru 7. áratugarins 57, sagður það? Já, 1957 ekki óraði mig fyrir því að þetta væri svo gamalt nei og eins og það bara Mixið 1957 það búið að vera með okkur síðan hvað fleira var skemmtilegt kemur náttúrulega fram sko að spóla hans tilbaka 1940 fekk Ölgerinn sérstakt leyfi til að framleiða bjór fyrir herinn bjórinn hlaut nafnið Polar Ale og síðar Polar Beer þannig að Polar bjórinn, þetta kemur úr brugsmiðum Ölgerinnar svo spólaði bara langt fram í tíman 1989, sala á áfeng og bjór heimilón í allan þann tíma voru þeir samt að framleiða bjór góðir 92 kaupir Ölgerinn Gosan sem góstryggja hlutir Sanitas sem að hóf framleiðsluna á Mixi þannig að það eins og að byrja eitthvað M&A þarna 94, Kristallinn lítur í dagsins ljós þú veist, þetta einhver þekktustu vörumerki þjóðarinnar þetta allt undan þeim komið kannast allir við þetta 2000 fjölskylda Tómas Tómasson selur Ölgerina og nýtt ölhús var tekið í þannig að þetta var fjölskyldu fyrirtæki öll þessi ár frá 1913 til 2000 þannig að reiknaði nú 2008 þá saminast Ölgerin og Danól sem að hlýtur að vera svona kaflaskipti sem að spila mjög stóra rullu í, hvað getur sagt bók Ölgerinnar í dag að þannig rauninni komnir sko Danól í rauninni kaupir Ölgerina
Nú, ok, já, það þannig Já, sko, en svo var þetta flokkað sem þessi einhvers konar samruni Já, þetta og svo síðan meir var Danól svo bara deild innan Ölgerinnar, sko Já, og dótturfélagi í dag Já, og Danól þannig að það kom fram það í rauninni bara heildsala og innflutningur á ýmiss konar vörumerkjum á meðan að við mættum segja að Ölgerinn sé meira framleiðsla og svo sem líka innflutningur en það er meira bruggið og við komum betur inn á það eftir Heyrðu, þetta er 2008 rétt eftir hrun, 2010 Borg Burgers verður til sem er bjórvörumerki sem að við hefur aldeilis slegið í gegn síðastliðin 10 ár 2016 þá byrjuðu að framleiða Carlsberg hér á landi og svo 2021 Danól tekur yfir söludeild neytendavara og stór eldhúsadeild matvara Ásbjarnars Ólafssonar EHF. Ásbjarn Ólafsson EHF er annað svona fortfræg heildsala og þá eru við bara komnið til 2022 það má bæta við hérna ný viðbygging við grjótálstekin í notkun en á þess að lasta einhvern þá held ég að þetta sé ómerkilegasti punkturinn í þessari frábæru kynningu sko. Þannig að þetta er saga Ölgerinnar. Þetta er saga. Já. Stikla á stóru. Þá skulum við kannski aðeins færa okkur yfir í bara ársreikningin. Okay. Og það er kannski gott að taka það fram að þetta er stærsti drykkjarvöru framleiðandi landsins. Já. Stærsti áfengisframleiðandi landsins og ein stærsta heildsala landsins og næst stærsta matvælafyrirtæki landsins. Já. Þannig að þú veist, þetta er svo kallaður risi á mörgum vígstöðum. Já, algjörlega. Það er nokkuð ljóst. En jú, þetta gamla rótgróna fyrirtæki eins og þú nefndir, þetta er búið að svala þorsta okkar Íslendinga hvað í núna 109 ár og marka má orð hans Andra Þórs Guðmundssonar, forstjóra fyrirtækis sem verður hérna hjá okkur eftir. Þá má áætla að þorsta okkar Íslendinga verði svala talsvert lengur af Ölgerinni því að hann talar að fyrirtæki sé vaxta fyrirtæki. Já, ég tók eftir því. Og sko ég sé bara ekki betur en að þau orð standi skoðun því að tekjur samstæðunar voru tæpir 32 miljardar króna árið 2021 sem er í raun undraverður 21,7% vöxtur hjá þeim milli ára þarna 2020 og 2021. Árlega vöxtur var að meðaltali 2,6% milli ára frá 2017 til 2020 svo þetta hefur verið bara einhvers konar, bara stórbrotið ár hjá Ölgerinni núna. Ég vil taka það fram reyndar að af þessum 32 miljardum þá eru dregnir frá tæpi 9 miljardar sem þau greiða í áfengisgjöld. Já. Takk fyrir. Þetta er 9 miljardar. Já. En þá tala ég þessa netto tekjur félagsins og það er tæpir 23 miljardar. Já, akkurat. Herðu, er hægt að útskýra þetta á mannamáli fyrir fólki? Það er áfengisgjöld. Áfengisgjöldin. Já, þetta er bara, þú veist, það sem að þú borgar, þú veist. Já, þetta er inn í veltu fyrirtækisins, en svo er þetta greitt til ríkisins. Já, í rauninni, af þessum tekjum, sko. En þetta eru heilir 9 miljardar sem það er helvits hellingur. Já, akkurat. En þá voru tekjurnar svo aðeins í koksið, kostnaðarverð seldra vara. Það getur verið dálítið snúið hérna hjá Ölgerinni þar sem að þau eru bæði heildsala og framleiðandi. Svo eru þau náttúrulega líka að greiða þessi áfengisgjöld sem að dregst frá tekjunum en ég tek hérna þessa netto tekjur sem ég talaði áðan og deili þeim með vörunotkun sem að finnst í skýringunum og þú veist, vörunotkun er í rauninni bara þetta kostnaðarverð seldra vara og það er 12 miljardar. Ég geti þó fastlega ráð fyrir að undir vörunotkun falli bæði innflutta vörur og svo framleiðsla þessara drykkja en þetta hlutfall, þessi útreikningur gefur okkur álagningu upp á rúm 94% og allir heildsölu ángin sé ekki svona á bilinu 40-60% álagning það er svona það sem maður hefur verið að sjá í þessum heildsölum, við tókum náttúrulega fyrir KOR þau voru reyndar með aðdáðan að vera 67% álagningu sko. En eins og ég myndi svona áætla þetta er kannski fyrir eitthvað stórt bil að heildsölu ángi sé svona, ég veit ekki 30-60, eitthvað svona prósent sko. En það segir okkur það að framleiðslan hjá þeim er að smyrja talsvert meira ofan á heldur en heilsalan með við þessa álagningaprosentu 94%. En það er svo sem ekki óeðlilegt að Nei, það ætti að vera nokkur rökrétt. Ef þú hefur góð tök á framleiðslunni þá ættir að vera þá ættir að geta smurt vel von það. Akkurat. En eins og ég segi, það er auðveldlega hægt að mistúlka þetta kostnaðarverð seldra vara í þessum ársreikningi og sjálfur er ég nú bara mannlegur þannig að það geti verið að ég sé að því sjálfur. Já. En svo tek ég Vífilfell, sko Coca-Cola Euro-Pacific Partners Ísland eins og það heitir.
Frábært nafn. Ég ætla að fara að kalla þið Vífilfell. Já. Það hann sem við Íslendinga þekkjum undir. Þetta er framleiðandi kók og til samanburðar eru þau með 52% álagningu á sömu stærðum. Og þetta var eiginlega bara eina fyrirtæki sem datt í hug að bera saman við Ölgerina. Þetta er bara í nákvæmlega sama pakka, bæði heildsala og drykkjarvöru framleiðandi og þó að minni stærðargráðum. Velt ekki nema 11 milljörðum. Já, akkurat. Ég er hérna með óendurskoðaðar tölur fyrir Rolf Jóhansen sem er annar framleiðandi og heildsali. Já. Þau eru reyndar svolítið meira í tóbakinu, hef ég tekið eftir, en þau eru með eins og klaki, þú kannst við það? Já. Leppin. Já, Leppi, gamla góða Leppin. Leppin. Hver ætlaði að stofna Leppin? Ætlaði að vera þeir? Það er íslenskt, er það ekki það? Jú, ég held að Rolf var hann með það. Mér fannst ég hafa heyrt það daginn að Leppin væri íslensk, sko. En það komur stórlega óvart. Allána, óendurskoðaðar tölur, 19% þar. Álagning. Já, ok. 52% Vífilfell. Ölgerinn er að bera þarna höfuð og herða yfir. Þeir drotna yfir. Ég segi sko, já, eins og ég sagði áðan sko, ég sagði Vífilfell veltir ekki nema 11 milljörðum. Þú veist, ekki nema, en allavega þetta er þriðjungur af veltu Ölgerinnar. Þannig að hérna, Ölgerinn trónið þarna á topnum hvað varðar álagningu. Förum aðeins í launin, laun og launatengt gjöld, þau eru hérna 4 milljarðar hjá Ölgerinni og þetta er að sjálfsögðu, hér er ég að skoða ársreikning 2021 til 2. Þau eru henni að gera upp tímabilið sitt frá 1. mars til 28. febrúar sem er svona að deyja út sko. Já, þau eru að styðja sig við sænska tunglárið. Jú, bara, við spurjum hann kannski út í það. En já, þetta eru 4 milljarðar í laun og launatengt gjöld og að því fara 3,3 milljarðar í hrein laun og með við 349 stöðugildi sem skráð í skýringunum á ársreikningnum, þá gerir það 788.000 krónur í mánaðarlauna meðaltali á haus per starfsmann og það er bara með því allra hæsta sem við höfum séð. Já, þó ekki alveg að hæsta en svona meða við stærðargráðuna. Þetta eru 349 stöðugildi. Akkurat. Og svona stórt batteri að greiða út þessi fínu laun, það er fagnaðarefni. Já, klárt. Og til hábornar fyrirmyndar. Vífilfell er hérna með 675.000 krónur á haus. Svo er hérna hlutfall af nettótekjum Ölgerinnar. Þetta er sem sagt, launin eru 17,5% af nettótekjum. Þessum 23 milljörðum. Eftir áfengisgjöld. Akkurat. Og þar er Vífilfell með 21,2%, þannig að Ölgerinn er að halda þessu nokkuð lágu. Já. Og þú sagði 7% eða ekki? Nei, 17,5. 17,5. Og þetta er frekar lágt bara með það sem gengur og gerist. Þetta er náttúrulega auðvitað mismunandi eftir brönsum, sko. En í veitingageiranum og svona, þú veist, ertu að sjá náttúrulega talsvert hærri hlutfall. Já, klárt. En hér er náttúrulega hér er náttúrulega búið að vélvæða rosa mikið. Það þarf færra starfsfólk heldur en áður. Þau hafa verið að fækka með árunum. En svo er einmitt spurning núna hvort að þessi nýja framleiðslulína, þessi margumrómaða. Það er dósalínan sem þú ert að tala um. Já, einmitt. Sem var keypt þarna til að bara mæta eftirspurn því að hún var orðin gríðarleg og það er spurninga mitt hvort að þessi nýja framleiðslulína sem að búið er að tala mikið sérstaklega í aðdraganda þessa útboðs er hvort að þetta muni koma til með að lækka launakosta að einhverju leyti. Já, akkurat. Lækka þetta hlutfall. Það verður fróðlegt, við spyrjum hana því, ekki spurning. EBITDAn, kíkjum aðeins yfir hana, fínasta EBITDA tæpir 3,3 milljarðar, þetta er 10,3% hlutfall af heildartekjum að þessum 32 milljörðum. Já. Vífilfell er þarna í 4%, þannig að enn og eftir, hér er Ölgerinn að skora hæra. Hagnaður, það er hreinn hagnaður 1,7 milljarðar, það er 5,4% hagnaðar hlutfall. En það er engin arður. Hér eru þau bara að safna í pingjuna. Þau eru að hækka þetta og ráðstafa eigið fé alveg gríðarlega milli ára. Þannig að þetta er bara flott afkoma ársins. Já, ég gæti verið að enda sko afstöðu mína. Ég er svona vaxta og arðgreiðslu fjárfestir. Ég á með allt mitt í Lúna og öðru sem var að borga 20% vexti. Já. Ég veit ekki hvort ég geti sett mig við þetta. Nei. Það er allavega, það er eitthvað svigrum til arðgreiðslna, við komum nánar inn á það eftir.
Heyrði, eignirnar, það eru hérna fasta fjármunir upp á 18,2 milljarða og þar eru varanlegir rekstrarfjármunir stærstu hluti 9,5 milljarðar og þar eru fasteignir undir varanlegum rekstrarfjármunum, þar eru fasteignir 5,1 milljarður, vélar, áhöld og tæki 2,7 milljarðar og þar var viðbót á árinu tæpar 1,4 milljarðar og það er sko stór hluti af því hefur væntanlega verið þessi nýja framleiðslulín. Já, fjárfest ekki henni. Og, já, þannig að en svo er það hérna óefnislegar eignir, þær fylgja varanlegum rekstrarfjármunum fast á eftir í 7,3 milljörðum. Svo er hérna ekkert kannski meira, þú veist, óefnislegar eignir, þú ert kannski eitthvað með einhverja punkta það. Ekki þannig, þetta Nei, er náttúrulega vörumerkin og í öllum fyrirtækjum á landinu nema sjávarútvegi þá er þetta ósexy að mínu mati, að spá í óefnislegum eignum. En þarna í sjávarútveginu væri það þá væntanlega kvótinn. Já, það er afla hlutdeildirnar sko, þannig að ef maður reynir að setja þetta í það samhengi þarna, það er ekki listað hvaða vörumerkið eru. Nei. En má ekki segja að appelsín sé svolítið svona eins og þorskurinn. Þetta er mikilvægasta vörumerkið. Talaði appelsín ígildum. Já, appelsín ígildi, þannig að mix er kannski 0,7 appelsín ígildi. Og hvað fleira? Borg, já, það er kannski svo grála, 2,2. Svona það er kollabinn farin að reyðja sér alvarlega til rúms núna. Já, hann var bara kannski svo loðnan, hann sást ekkert. Nei, þú veist, það kom brestur. Búið að vera einhver brestur. Já. En það er einmitt, hann hefur talað þá Andri opinberlega að þau svona sjáu einhvers konar möguleika á því sem útflutningsvöru. Kollab. Já, þannig að það verður skemmtilegt að spyrja hann út í það. Kemur hann ekki óvart. En því að það er náttúrulega búið að vera bullandi vöxtur á þessu hér heima. En við ættum kannski að skrifa hjá okkur líka bara spyrja hann út í þetta. Hvernig ósköpunum, hvað eru mörg appelsín ígildi þarna? Já. Og hvernig dreifast þau, sko? Þannig að við höfum það á bakveira. Það er aldrei við það. Herðu, svo er að veltu fjármunir, bara örstuðt við þá, það eru 5,3 milljarðar, byrðir stærstu hluti 2,4 milljarðar króna og þarna fór ég veltur að byrða, hann er nokkuð góður hjá þeim, 5,8 sem þýðir að endurnýjun og lager er svona á tæplega 62 daga fresti að meðaltali, þetta er svona 2 mánuðir kannski. Já. Og Vífilfell er 6,5 örlítið hraðari, eru að rúlla lagarnum hann á 55 dögum. Já. En ég verða viðurkenni, ég átti vona á larri veldur að byrða sko. Já, því framleiðslan sé eitthvað að hafa áhrif þarna upp á það. Sorry. Getur það staðist eða? Hvað? Nei, nú þekki ég það bara ekki sko. Þetta er bara sko rosastóran lager, 2,1 milljarðar worth of bara vörur, og þau eru að rúlla því nokkuð fljótt sko. Nokkur rætt, hefur eflaust eitthvað með. Já, það blandast inn, ég veit að maður hefur ekki verið í heildsölu sko. Maður sér fyrir sig að það sé bara verið að panta gáma svona nokkurn veginn til að mæta eftirspurn. Kannski aðeins annað í svona risaapparati sko. En svo með framleiðsluna, þau hafa náttúrulega upp á það að geta verið bara með eigin byrðir og það kannski litar þetta aðeins. Já, klálega, það kannski einmitt lækkar þennan hraðar þessu. Já, en mögulega maður bara á algjörum útivelli hérna. Við getum spurt Andra, það er mjög gott að hafa hann sem svona gott að hafa þennan hauk í horni. Já. Herði, svo er það heildar, kannski að bara rúlla yfir heildar eignir, þetta eru rúmur 23,5 milljarðar sem er stór eignastað. Rúlum yfir í skuldir félagsins, þær eru samtals 15,9 milljarðar króna, langtíma skuldir eru þar af 10,3 milljarðar og þar ber helst að nefna skuldir við lánastofnanir sem telja 8,2 milljarðar króna. Binni í bankanum er viðrinin málið? Já, það má segja það því að sko, það kemur náttúrulega fram hérna í skýringum í ársreikningum að allar skuldir við lánastofnanir eru á óverðtryggðum breytilegum vöxtum. Og sko að meðalvextir eru þar, meðalvextir skulda voru þann 28. febrúar 2022 5,7%. Og hérna alltaf stingur daldi í augun að sjá þessa breytilegu vexti með við það sem að koma skal hjá Ásgeiri og félögum í Seðlabankanum. En ég hef náttúrulega heimildir fyrir því frá Binna í bankanum að það tíðkist ekki að lána fyrirtækjum á föstum vöxtum almennt sko. Svo það er það sem maður heyrir. Já, svo það er spurning hvort að
þú veist, erum eitthvað áhyggjefna að ræða hér hjá Ölgerinni því þetta talsvert hátt hlutfall af heildarskuldum félagsins eða rúmur helmingur sko. Við erum það bara að hækka núna með stýrivaxtahækkun? Já, klálega, ég meina þetta auðvitað skjálfa menn á beinunum við fund hjá peninganefnd Seðlabankans. Já. Þannig að og Ásgeirsbólgan, hún náttúrulega komin til að vera líka. Ásgeirsbólgan, já. En þetta klálega, ég held að menn hræðist þetta. Já, það verður gaman að kannski að spurja hann aðeins út í þetta. Það hljóta að vera einhvers konar ráðstafanir þannig. Akkurat. Herðu, skammtímaskuldir rúmið 5,6 milljarðar, langstærstu hluti þar viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir sem eitthvað sem við höfum ekkert verið að fara að kafa neitt dýpra ofan í. Það 4,7 milljarðar. En ég vil skoða skammtíma greiðsluhæfið. Þar veltufjárhlutfall 0,95 sem bara svona nokkuð heilbrigt. Ég ekki að fara að hoppa upp á borð úr kæti en þetta nálægt þessum ás sem við viljum sjá. Við erum ekki að sjá einhvern Eurovision Arnar í gír í þessum tölum. Nei, ekki við þessum tölum sko, en þú veist 0,95 alveg ásættanlegt auðvitað. Þetta nálægt ásnum. Svo það lausafjárhlutfallið. Það 0,52 og hér sjáum við svona talsvert fall frá þessu veltufjárhlutfalli sem segir okkur að byrðirnar. Það eru stór hluti af veltufjármunum Ölgerinnar. En eins og við sáum bara áðan að þau að velta lagarnum svona temmilega hratt 2 mánaða frestis og ég hef kannski enga teljandi áhyggjur af þessu hlutfalli. Virðist vera nokkuð gott flot á byrðunum hjá þeim. Þannig að þetta svo sem alveg ásættanleg skammtíma greiðsluhæfi sko. Skammtíma greiðsluhæfis kennitölur. Aðeins í skuldahlutfallið, það 67,5%. Það hefur verið að fara stiglækkandi á hverju ári frá 2017. Þar var skuldahlutfallið 78%. Þannig hér bara verið að gera vel. Verið að lækka skuldahlutfallið bara umtalsvert. Sem vel í hækkandi hækkandi vaxtastígi sko. Akkurat. Svo það EIFI. Það stendur hérna í rúmum 7,6 milljörðum, 32,5% eiginfjárhlutfall. Hlutafé og yfirverðsreikningur hlutafjár þarna samtals 3,9 milljarðar og svo óráðstafað EIFI rúmir 2 milljarðar, hækkar úr 920 milljónum frá 2020. Þannig að hér allavega nægt svigrúm til arðgreiðslu. Já. Og já, það og örugglega margir spenntir að sjá hvort það sé einhver stefna í þeim efnum Já, algjörlega, ég held að fjárfestar þetta eitthvað sem þeir vilja fá. Þeir vilja fá sín arð klálega. En svo það oft þannig að fjárfesti í vaxtafyrirtækjum þá ert að fórna arðinum á kostnað. Þetta 109 ára gamalt vaxtafyrirtæki. Já. Þetta bara það geti verið tvísýnt þarna en það allavega eins og ég segi, það eitthvað svigrúm til arðgreiðslna. En þá hef ég eiginlega svona lokið minni yfirferð svona þessari hröðu yfirferði yfir rekstrar og efnahagsreikning. Já, þetta seðilstreymi hjá þeim, var það bara gleymistreymi? Nei, þú veist, þau eru með hvað þetta, 630 milljónir í handbært fé. Já. Eins og ég nú ekki verið að fara yfir sjóðstreymin eitt sérstaklega, ég nota það bara til að styðjast svona við söguna sko. En þetta handbært fé í lok tímabils voru þetta 660 milljónir. Og sem reyndar lækkun frá árinu 2020 en svo sem fínasta allir lagi staða bara á handbæru fyrir hjá þeim. Þetta kannski eitthvað hedge, þetta bara inn á læstum reikning hjá auði eða einhverjum og bara tikkar. Já, en svo náttúrulega kannski verðt að minnast að það eru nettó keyptir varlegir rekstrarfjármunir 2,1 milljarður. Þannig að það var farið í fjárfestingar. Það hlýtur að vera þessi dósavél. Sko. Og þetta alveg töluverð aukning frá því 2020 og þar voru 680 milljónir tæpar. Þannig að það eins gott að þessi dósavél standi fyrir sínu. Já, þetta svona þreföldun á fjárfestingu. Annars getur við fengið að fjúka. Já. Það ekki? Jú. Það mikið undir. Já. En þannig að hér svona hef ég lokið dálítið mínu máli í þessu sko. Það var svona mjög hröð yfirferð yfir ársending 2021. Ok, og 2021 og 2022 í rauninni. Ég ætla þá að vera fljótur núna og ekki bara taka við. Jú. Helstu punktar úr kynningunni félagið og við fabulerum kannski aðeins virðið bara alveg rétt í lokin sem sett fram hjá þeim sjálfum. En fyrir þá sem að kynna sér þessa kynningu eða líta á kynninguna þá reka eflaust margir upp stóru virði hefur vaxið umfram magn. Sem að nokkuð áhugavert þar sem að það fyrirtækinu greinilega til góðs að einingar hafa verið að minnka
Þú er náttúrulega, maður hefur tekið eftir þessu. Algjörlega. Hvenær fyrir utan á Dominos keyptur síðast 2 lítra það gos? Það er mjög langt síðan. Já, og hvernig breytist þessi neysluhegðun? Ég skil ekki hvernig mín breytist svona, sko. Nei, en það er náttúrulega bara Andri og einhverju snillingar upp í Ölgerð að segja bara, heyrðu. Þeir eru bara að manipuleita mig. Já. Ég veit ekki, af hverju er þessi neysluhegðun að breytast? Já, þú veist, maður er svona búin að vera að gera þetta upp í sig bara, heyrðu, hvenær keypti ég síðast 2 lítra? Það var einhvern tíma til 1,5 lítra. Ég hef ekki séð það lengi. Nei. Maður er eiginlega orðin bara svona það snobbaður að maður sér hálfs lítra í plasti. Já. Það er maður bara, er það ekki með í dós? Þetta er trashy. Já. Þú veist, verður þetta ekki bara volt og hristist? Já, þetta er einhvern veginn meira elegant að vera í dósunum. Þessi 0,33. Og annað sem ég hef fundið á minni neysluhegðun og þá aðalega í kringu kollabin, ég held að hann hafi svolítið riðið á vaðið með þetta, að þau elta bjórin yfir í þessa kippustæri, þú veist, með 10 í kassa. Já. Og þetta er hérna þægindin eða það sem að Karin kallar convenience við það að þú bara grípur kassan. Það er eins og með kristallinn. Já. Það er eiginlega einhvern veginn á þeim tímapunkti sem þetta breytist, sko. Já. Var kristallinn undan? Nei, ég veit ekki hvort að hann hafi verið undan en þetta kemur alltaf mjög svipuðum tíma. Pepsi, appelsín, þú veist, allt í þessum kössum, sko. Akkurat. Og þetta er greinilega búið að breyta okkar neysluhegðun og það er í rauninni fyrirtækjum til góðs. Og eins og maður getur sér til og ég hafði ekki reiknað það í haustum en maður vissi að þessar einingar væri hlutfallslega dýrari heldur en að kaupa bara 2 lítra Pepsi og hérna kemur fram sko að útsölu virði smærri eininga er 142% herra en stærri eininga. Þannig að á síðastliðnum 4 árum þá hafa meðaltekjur ölgerðarinnar á hvern lítra aukist 24%. Þannig að þeir eru að brugga kannski sama magn, eilítið minna, en þeir eru að fá töluvert meira út úr því út af þessum hagkvæmu dósum. Og þetta var mjög áhugavert að þeir bara setja þetta fram og þetta er augljóslega, það sem er breytt. Annað er að þeir segjast að fara meira inn í premiumvörur og ef við tökum premiumvörur, annað sem maður hefur séð koma, VS, hvað heitir þetta? VS? Já, VS, Gin og Greip. Já. Og þetta? Vá, býtu, ég náttúrulega VS Lof og Gin og Greip, akkurat. Þetta kallast premium vörur, þannig að þeir hafa verið að færa sig, að þau hafa verið að færa sig meira yfir í þennan fasa. Og einhvers staðar heyrði ég nú ölgerðan ætti líka Öglu gósgerð, ef þú hefur heyrt það. Nei. Sem er hérna artisan. Þetta er svona nýtegunda gósi, allt í gleri. Nei, ok, þá fyrir við ekkert lengur út í það, ég er ekki með henni, ég sá ekkert það í kynningunni sko, en ég þarf kannski að double-checka hvort þeir eigi það ekki alveg öruglega. Heyrðu, ölgerðin er í fullum sving á flestum mörkuðum, koffíndrykkjamarkaðurinn er bara bilun, má segja, og meðalvöxtur milli ára er 26% þar. Já, sér það. Það má þó segja það að langsamlega stærsti hluturinn ennþá af sölu og virði ölgerðinar er áfengi. Það má kannski taka fram að sko koffíndrykkjum, sko, markaðshlutdeildin er hérna orðin hvað, 38%? Já, í koffíndrykkjum. 2021? Já, akkurat. Og þetta er líklegast stækkandi markaður. Ég meina, unga kynslóðin, er hún að fara að drekka kaffi eftir 5 ári? Ég held að það sé bara hæpið. Með mörg þeirra. Það var nú einn gutti hérna í morgun að væplast og hann vildi ekki sjá þetta. Kaffi, hann segi, akkur er að drekka eitthvað heitt brúnt á morgnana. Ég sé mig ekki hverfa frá þeirri hefð, sko. Nei. Og á sama skapi að þrátt fyrir þennan myndarlega vöxt bæði tekjum og markaðshlutdeild þá er kaffimarkaðurinn hjá þeim á undanhaldi og safamarkaðurinn. Og ég held við þurfum nú ekki að tala mikið safamarkaðinn. Hann á inni eitt myndalegt rebranding einhvern tímann. Já, ég held að svona með aukinni sykurvitund einhvern veginn. Já. Hvað sem maður kallar þetta, sykurvitund. Það þarf einhver að fara að búa til Diet Floridana. Ég held að það sé bara næsta þing. Já. Þetta er góð viðskiptahugmynd. Diet Floridana. Diet Floridana. Já. Engin sykur og góða tennur og já, þannig að þetta er svona kannski smá svona ógnanir við þá markaði sér stóru í dag en þú sér það að dreifingin á ölgerðinni er þokkaleg. Þeir eru með gósdrykki, þeir eru með kolsýrt vatn, bara kristallinn og sódavatni sem er búið að springa út núna, koffíndrykki, þessa köldu sem við þekkjum, kollabið, safamarkað, kaffi, bjórmarkað, sterkvinnið, léttvinnið og svo er eitthvað sem heitir Vingos markaður. Jöfnveldi fólk farið að drekka mikið að dóti maður. Já, þannig að þetta er bara til dæmis telst sem Vingos. Já.
Vingós, akkur ég að segja vingós? Þetta vingós. Vingós, já. Heyrðu, ok, þetta svona helsta, ef við rúlum hérna yfir kannski eitt lokapunkt bara starfsemina og helstu vörumerki, að framleiðsla þeirra eigin vörumerkja 46% af framleið fyrirtækisins. Samt bara 31% af vörusölunni. Þannig að þetta kemur svolítið inn á þessum punktin sem þú varst með áðan með þarna þú veist, við sjáum það bara að þarna það arðbærara fyrir upp á álagninguna. Já, að vera í framleiðslunni. Já, og þar það þekktustu merkin Appelsín, Mix, þau eru með Light, Gull, Bara, Crystal Plus, Collab, 105 koffínvatt, það líka ölgerinn. Svo eru þessu í rauninni öfugt farið bara í innflutningum. Já, og akkurat, ef þú ferði yfir í, þá eru við að taka snakkið, ég held þessi, þeir náttúrulega flytja inn Red Bull og fleira, og þarna sjáum við Lavazza sem í... Lavazza frá Túrin. Já, og Andri sagði mig það, veist akkur engin stúrin frá Túrin. Já, hann sagði þetta við þig. Já, hann sagði það bara við mig, hann svaraði mig þannig. Það út í að drekka til Lavazza, það engin stúrin frá Túrin. En Lavazza kemur frá Túrin, svo það kom frá. Þarna ertu með massan, 56% af vörusölunni, en bara 37% af framleiðinni. Þannig að þú myndir aldrei vilja fórna þessu upp á veltun að gera, en þetta ekki jafn arðbært og að standa í eigin framleiðslu. Þá það framleiðsla með sérleyfum, það sem allir vilja vita, Pepsi Max, Pepsi, 7up, Tuborg, Carlsberg. Þetta samt bara 13% af vörusölu. Já, þetta það ótrúlega. Ég hef nú haldið bara Pepsi Max yfir höfu væri svona 30% af þeirra vörusölu, sko. Já, og það það sem maður heldur, bæði með Pepsi Maxið og Tuborgin, eða Tuborg Classic. Ímyndaðu hvað selst af þessu, og þetta auglýst út allt. Já. Og svo horfir á ölgerina og þessi 5 vörumerki? Nei, 8 eru 13% af vörusölunni. Við, þú veist, fyrirfram ef við værum að giska í einhverju pubquizi, við hefum sett 40-50%. Ég eiginlega bara í sjokki. Já. Þetta En þetta segir okkur svolítið mikið óefnislegar eignir ölgerinnar og hvað Appelsín, Malt og Appelsín, Kristall, hvað þessi þróun og í rauninni getur maður sagt bara verðmæta sköpun hjá þeim upp á mikla skipta að vera að búa til eigin vörur og vörumerki. Já, algjörlega. Fyrir utan náttúrulega hérna augljósu áhættu að hvað gerist ef að Pepsi í einhverju drauma veröld myndi bara vera selt eða vörumerkin fara annað eða þannig að þetta sniðut upp á framtíðina og fyrir mögulega fjárfesta. Við erum ekki bara háð Pepsi hérna ölgera megin, sko. Heyrðu, hlaupum þá svona bara ef ekki fara að skottast bara yfir í lokin. Ég nenni eiginlega ekki að tala afkasta geta verksmiðunar, fólk getur kynnt sér það sjálft. Það eru hérna glærar höfuðstöðarnar sem eru myndalegar upp á Grjóthálsi. Ég held að flestir hafa keyrt fram hjá þeim. Þetta eru háþróar og flottar vélar. Nýja dósalínan og kannski eitt hérna til að koma inn á það. Afkasta geta í þessari dósalínu. Það fer úr 15.000, held ég inntökum með dósum, upp í 60.000. Þannig að þetta myndaleg framleiðslu aukning. Já, hann talaði þetta hérna í viðtali viðskiptablaðsins að afkastagetan, hún hafi bara sprungið í COVID, sko. Já, akkurat. Og þú veist, hann tekur hérna fram, fyrir 6 árum seldu við 15 milljónir dósa, en í fyrra seldu við 51 milljón dósa. Já. Þannig að þú veist, bara í kringum þessi ár 2019, 2020, 2021, þá hefur þetta bara sprungið eins og hún nefnir með dósirnar, skilur. Þetta var bara það fór bara fram úr öllu þú veist, þetta er bara gjörsamlega fáránlegu vöxtur, sko. Ég heldur séum öll snillingar í dag þegar við áttum okkur á því að síðastliðin 2 ár. Já, ég hef verið að færa mig meiri dósirnar án þess að vita af því. Já, ég er bara áttum á því. Já. En sko einmitt, og svo tekur hann fram til að bregðast við þessari þróun fjárfestifyrirtækið fyrir 2,5 milljarða króna í að auka afkastagetuna með nýrri framleiðslulínu fjórfaldast framleiðslugetan í dósum. Sem að Andri segir að opni meðal annars á tækifæri til útflutnings á Collab til Norðurlandana. Já. Og ég held að þetta hafi verið nokkuð góð fjárfesting. Hann talar 2,5 milljarða króna hérna. Fjárfesting já. Í dósalínunni? Já, en allavega samkvæmt mínum upplýsingum úr ársreikning þá, hvað var þetta? 1,4 milljarðar í vélar tæki og áhöld. Þannig að kannski spurning hvort að þetta hafi verið yfir nokkur ár. Já, ég veit það ekki. Akkurat. En já, þau svo náttúrulega fjárfestu líka í fasteign vissulega. Real estate bet hann. Já, þú veist, bara bættu við sig. Þannig að, jú, það hefur væntanlega þurft eitthvað auka rými fyrir þetta. Akkurat. Þannig að, en eins og ég segi, þetta lítur út fyrir miða við þennan
gigantíska vöxt í dósum að þetta sé mjög bara heilbrigð og þörf fjárfesting, akkurat. Svo áður við vitum verðum við öll komin aftur með 2 lítra það fer í hringi Pepsi í plastpokum og það svo umhverfisvænt. Nei, þetta bara flott. Endilega bara kynni ykkur kynninguna, það kannski að lokum að við tökum þetta bara útboðið sjálft. Hvernig virkar þetta? Það talað 2 tilboðsbækur. Það tilboðsbók A sem meira fyrir svona gómana, okkur 2 lagar gómana og kannski mikinn hluta þeirra sem að hlusta sem að höfum kannski ekki bólmagn í það að vera setja mikið meira heldur en 20 milljónir af okkar sparnaði og áskriftirnar sem sagt eins og þetta kallast að þú verður að vera með lágmarksboð upp að 100.000 krónum og það bara fast verð 8,9 krónur á hlut þarna. Þannig ef ég skildar rétt, ef þú býður á bilinu 100 til 20 milljónir 8,9 þá átt að fá. Nema komið til þess að vera það mikil eftirspurn að þau skerði þig í magni en þú ert ekki í rauninni að fara að borga meira. Nei. Hér talar hann Andri að þau ætla að reyna að skerða ekki áskriftir undir 1 milljón króna. Já, akkurat. Þannig að í rauninni ef þeir standa við það og allt gengur óskum þú býður 1 milljón 8,9 krónur á hlut þá ert að fara að fá hlut í Ölgerinni fyrir 1 milljón. Já, það svona með við hans var þau ætla að reyna að skerða ekki undir milljón. Nú, fyrir hákallana, fyrir sjefana, fyrir fjárfestana, fyrir fagfjárfestana sem fengi að taka þátt í þessu Íslandsbanka útboði. Helvítis fagfjárfestana. Þá það tilboðsbókin B. Og þar sem sagt aftur sett þetta gólf, lágmarksverðið 8,9 en þetta mun einhvern veginn ákvarðast jafnt og býtu nú, þarna datt ég út. Salan fer fram á föstu verði sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum. Þannig að við ættum kannski bara að vera að dobla kviku í að vera með í hlaðvarpi hvernig tilboðsbók B virkar. Við gerum bara, eða fáum andra til að útskýra þetta. Það sem mikilvægast í þessu að þú ert með undir 20 milljónir þá þarf ekkert mikið að vera að spá í tilboðsbók B. Nei. Það bara svona bottom line. Já. Ef þú átti ekki 20 milljónir lausu, bara láttu B í friði. Já. En það verður gaman að sjá hvort lífeyrissjóðurinn reyna að pressa þarna niður fyrir 8,9 eins og þeir gerðu. Svo náttúrulega kannski ef einhver á 5 milljónir þá bara hægt að gíra sig 4-falt. Þá ertu komin í tilboðsbók B. Já. Þú ert á að tala að taka yfirdrátt í að binna á 4 bönkum. Já. Og smá lán. En við mælum að sjálfsögðu ekki með því hér. Nei. Ekki nema mikla trú á andra eftir spjallið í kvöld. Ok, þetta það sem að skiptir okkur fjárfestana að vita. Lágmarksboð 8,9, bjóðu upp að 20, allt í góðu. Ef við setjum fram hérna margfaldarana og það sem að flestir að spyrja sig, þetta góð kaup? Er ég að fá þetta á afslætti? Er 8,9 og hátt? Þetta það sem ég velti fyrir mér. Já, þá það ekki okkar reiknaða, en kynningin setur það í samhengi að miða við þetta, þá Ölgerðin að fara á markað á bilinu 8,3 sinnum 8,9 EBITDAn af hvað Enterprise, ekki bara markaðsvirði fyrirtækins í rauninni. Og já, það var nú bara hægt að hafa hérna þátt að útskýra þann metrik, en hérna til að loka þessum punkti, til að setja það í samhengi, Ölgerðin sett á 8,3 sinnum 8,9 og þau birta hérna töflu yfir önnur sambærileg fyrirtæki sem eru að meðaltali að fara á 9,6 til 12 og erlendis 13,3 upp í 16. Þannig að því gefnu, já, þá einhver afsláttur af þessu. En svo var náttúrulega áhugavert að sjá hérna Royal Unibrew keypti hérna norska félagið Hansa Borg Bryggerier. Já, á 16 sinnum EBITDA sko. Já, þannig að ef við gefum okkur það að Ölgerðin fara á markað á 8,3 Unibrew lítur til Íslands og segir, heyrðu, þetta ekkert 8,3 sinnum EBITDA sko, nei, Enterprise. Nei, þetta á að vera 16. Já, út frá þessum á alltaf Ölgerðin sé undirverðlög 50%. Já, akkurat. Þannig að hérna en geri það upp hver fyrir sig. Ég segi það, við erum ekki að veita ráðgjöf hér. Nei, og treystið mér. En þetta talsvert lár EBITDA markvaldari með að við það sem að gengur og gerist hérna í þessu. Já, allan samkvæmt þessari framsetningu sem óendurskoðað okkur pingibræðurum. Já, ég held að séum bara tæmdir í þessari samantekt á þessu. Auðvitað kynnið ykkur bara kynninguna. Farið bara á kvika.is og lesið kynninguna. Þetta áhugaverð tabla hérna með samanburð á félög. Já. Það eins og hérna má sjá bara miðgildi 12,5 sinnum EBITDA.
árið 2022 á þessum fyrirtækjum, þannig að þú veist, eins og ég sé, þetta ég myndi segja að þetta væri nokkuð spennandi spennandi að sjá hvernig fer. Akkurat. En eigum við þá ekki bara að ljúka þessu núna í bili og svo bara fáum við andra til okkar á eftir. Við erum búin að vera hérna 15 mínútur Þetta var 15 mínúna þáttur. 15 mínúna yfirferð. Nei, við munum spyrja andra spjörunum úr hér á eftir. Já. Dokkið við. Yes.